Já, við erum staddir hérna Óðinsgötu 22, þar sem verið að gera upp gamalt hús með gömlum vinnuaðferðum og dúglagningameistarinn Einar Beinteinsson, hann ætlar að leiða okkur í sannleikann með þetta allt saman. Segðu mér Einar, hvað er nákvæmlega verið að gera hérna? Það sem við erum að gera hérna, við erum að klæða veggi og loft með aðferð sem að næri eitthvað yfir 100 ár, ég veit ekki hversu langt aftur hérna, en þetta kemur frá Noregi víst, þessi aðferð. Og þessi var beitt til þess að fá slétta veggi, vegna þess að þessum árum var ekki hægt að fá nema eitthvað lélegt timbur og óslétt, og það var einhver sem fann þetta upp, að setja bara klæða með timbri og strekkja síðan stríga yfir veggina. Og síðan er límt yfir það pappír. Í gamla daga var notað hveitilím, heitt hveitilím, og þegar að pappírinn þornar, þá strengist þetta allt endanlega, bæði með strekkingu á striganum fyrst, svo pappírinn yfir, og úr því verða rennisléttir veggir. Bara eins og bara, já, jafnvel bara sléttari heldur en gifsveggir í dag. Segðu mér, er þetta ekki töluvert meiri vinna í alla staði og flóknara dæmi? Það er það ekki. Að mörgulegt er þetta það besta sem gerir svona gömul hús eða þú ert að gera upp húsina innan. Vegna þess að ef þú ferð að setja gifs eða plötur inn á þetta, þá þyrftir að fara að þykkja allar hurðir og alla glugga til þess að hérna ná síðan gifsinu, þykktina gifsinu. En hérna er bara alveg rennislétt, alveg út af. Og ég meina þessi aðferð, hún er náttúrulega ekki kennd. Þú kannt þetta sjálfsagt frá einhverjum eldri tímum? Jú, við bræðurnir höfum ólustið fyrir þetta hjá pappa, hann náttúrulega, og hann lærði þetta af að við erum þriðja kynslóðin í þessu. Þess vegna hangir þetta ennþá í okkur. Þannig að getið þið séð fyrir ykkur að þið þurfið að vera með námskeið í þessu? Það er alveg spurning. Já. Ég held að bara ef það viðhalda þessari aðferð, já, og þetta er hérna, sko, fólk er alveg hissa hvað þetta eru sléttir og góði veggir, og það er annað eins og þetta uppfyllir öll skilir í sambandi við hérna, hvað kalla það, allt svona, það er engin gerviefni, þetta er allt náttúruefni sem við erum að nota. En varðandi bruna reglugerður og allt svoleiðis, þetta uppfyllir það? Nei. En það var náttúrulega verið leyst með í svona húsum, við gerum eitt stórt og mikið svona hús upp sem að uppfyllti náttúrulega í sambandi við hérna friðun húsa, það mátti ekki breyta því, en það var leyst með sprinklerkerfi. Já. Ég kann ekki að segja frá því náttúrulega, það eru sérfræðingar á því sviði, en þannig var það þar, sprinklerkerfi, eins og er nú víða. En nú tók ég eftir því hérna að þetta er sett á timbugrind, en það er engin einangrun á milli steinsteypunnar og grindarinnar. Nei, í þessu tilfelli er þetta steinsteypt hús sem er síðan sett grind að innanverðu og svo klætt með panel, hérna, nýjum panel, og svo strekkjum við striga yfir það, og á milli er bara holrúm, og ég hef ekki þekking á því, en menn segja að þetta sé bara tilbúin einangrun, þetta holrúm. Að loftrúmið myndi einangrun. Já. Sjálfkrafa. Og hérna, ég man eftir í hérna einhvern tímann fyrir langalöngu síðan, þá tóku menn allt inn upp á að blása einangrun á milli laga, það endaði með skelfingu. Það hætti húsinu að enda. Já. Öndunin var einhvern veginn ekki rétt. Já. Þetta á bæði við þessi steinsteyptu hús sem er hérna víða í miðbænum. Þetta er víða svona Bárugötu og þar eru steinsteypt hús með svona grind eins og ég gert hérna. Og svo náttúrulega bara gömlu timburhúsin með hérna bári hérna utan. Þetta var mjög mikið notað. Og eiginlega bara árum áður var þetta bara nær eingöngu notað í þessi hús. Þessi aðferð. Já. En þú segir að þetta sé ekkert mikið meiri vinna endilega, þannig að þetta efni í sjálfu sér, strigi, hann er náttúrulega ekki, hann er ekkert dýr þannig. Já, efniskostnaðan er bara sáralítill. Já. Hann er bara sáralítill. Já. Nei, þetta er ekkert lengur gert ef maður menn er í góðri þjálfun. Já.
Þetta gert þannig að við kaupum hennar striga bara í útgerðarfyrirtæki. Hann er 1,30 á breidd og síðan þarf maður að náttúrulega fá konuna til að taka upp saumavélina. Það er að sauma strigan saman, þannig að þú þarft að fá heilan vegg, alveg í heild. Já, hann er heill flötur striginn. Já, við saumum saman eins marga lengir eins og við þurfum á þennan vegg. Já. Og svo er hann heftaður hérna í vinkilinn til að byrja með og svo er þetta strekt á sérstakann hátt í allar áttir og svo tökum við úr fyrir gluggunum hérna eftir á og strekkjum á þeim og þegar kemur að því að líma, við notum bara brúnan maskínupapír sem er metur á breidd, límum hann yfir og notum hann skara aðeins yfir á samskiptunum. Að því að þegar þetta strekkist þá getur annars samskiptin opnast í strenginguna, þannig að við látum þetta bara skara vel. Það sést mjög lítið, þannig þunnur og það bara skarast eða overlappast. Og bullandi hita, sérstaklega nóttina sem við erum búin að eftir að við límum, að því þá er strengingin betri. Og daginn eftir grunnum við allt með olíugrunni. Olíugrunni, verður yfir olíugrunni? Olíugrunni bara til þess að vera andstæðan við vatnið. Já. Ef við tækjum vatnsbassaran grunn þá kannski smá hætta að hann myndi slaka sér niður. Já. Og síðan maður mála þetta í framhaldinu eða ég vil bara veggkóra þetta eins og var gert mjög mikið í gamla daga. Skellt bara veggkóra yfir. Akkúrat. Og þessi aðferð, ef að hitinn er alltaf réttur á húsinu, þá dugar þetta nánast endalaust. Það sem fólk áttar sig ekki á, og það er það að í þessum gömlu húsum, þar sem þessi veggir eru farnir að slakna eftir kannski 70-80 ár, þá hangir þetta ljótt og illa þetta fyrir þjóðarfólki. En ég myndi segja í 80-90% tilfella, þá er þetta að taka þetta af. Bara pappírinn af stiganum. Taka bara pappírinn af stiganum. Eða hefta stigan aftur bara með heftbyssu, allan hringinn til þess að tryggja, því hann gæti verið fúinn undir listunum, þá bara hefti yfir og svo bara spreyðu vatni með garðkönnu á striga. Leita vel, svona klukkutíma, kannski 1,5 tíma áður en við byrjum og svo fylgist við bara með hvað næðum miklu strekkingu, svo þegar við erum búin að ná ákveðnum rakastíg og við svona finnum það, hvernig óvægt það má náttúrulega ekki líma á hann rennandi blautar. Það verður að vera svona byrjaður að strengja sig. Já. Þannig að það er gott að sé svolítið ræki í honum, en alls ekki á mikil. Þá kemur pappírinn yfir og þá heldur hann áfram með pappírnum að strekja sig. Við verðum að laga striga í húsum ég man eftir húsi sem var byggt 1908. Hann var vísorðinn svolítið slakur en hann var allt í lagi ennþá. Og eru þið hugsanlega eina fyrirtæki í dag sem kann þessa vinnuaðferð? Þar sem þetta er ekki kennt til dæmis í skólum? Jú, það er kennt að betrega en ekki þessi aðferð. Nei, ég held nú að það eru nú nokkrir svona af eldri kynslóðinni í okkur sem hafa nú gert svona. Já. En við erum kannski einu mennir sem hafa gefið okkur að því að gera þetta. Já. Þetta er ekki mikið þetta en kemur alltaf eitthvað. Já, og til framtíðar síðan þá þurfa menn að kunna þetta. Ég myndi segja það, að því er ekki 100 ára hús núna friðuð, sjálfkrafa. Já. Og það er hellingur á svoleiðis húsum. Og svo eins og þessu tilfelli konan sem á þetta hús hún vill hafa þetta eins og þetta var. Og sérstaklega út af því að þetta er allt náttúrulega efni. Það er engin gerviefni í þessu. Já. Engin lím eða kitti eða eitthvað sem gefur frá sér einhverja hluti. Þannig er þetta gert. Í gamla, þegar við erum að vinna í þessi gamla þannig pappa, þá var allt næst með flásum. Það tók nokkur ára að fá hann til þess að samþykkja hefti. Við skýndum hann yfir í hefti. Við vorum bara að sjá möguleikann á því að nota hefti, þannig við vorum fyrst bara með handheftibyssur. Það gekk ágætlega, því að við varum með stutt hefti. Ef maður hefta nógu þétt, þá gerir það alveg það sama. Herðu, mjög gaman að þessu. Ég þakka fyrir þetta. Já, takk fyrir það.